Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttunum ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan er orðin 8:10 og við höfum að sjálfsögðu eftir að gera heilan helling í þætti kvöldsins. Meðal annars förum við í handboltaumfjöllun og fótboltaumfjöllun og eftir. En fyrst erum við núna hérna í íþróttum fötluðum og já, við erum núna búin að vera kynna okkur svona starfi hjá íþróttafélagunum og nú er komin á línuna formaður íþróttafélagsins Nes. Komdu blessaður og sæll, Guðmundur Sigurðsson. Já, sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Bara fínt. Er ekki bara blíða hjá þér? Alltaf lognina suður frá. Já, það er bara þannig. Já, alltaf. Já, það var kannski bara engin stormur hérna hjá ykkur. Já, það flýtti sér dálítið fram hjá okkur í gær en það er alveg stilla núna. Já, það er gott að heyra. Herðu, en hérna íþróttafélagi Nes, svona, já, kannski við byrja hérna í stuttum máli þá, þetta, já, starf sem þið eru með þarna, það er ansi, þetta er nú svolítið stór úr því að vera svolítið lítið ungmennafélag í það að vera svolítið stór klúbbur. Já, þetta er svona síðust árum að þá er þetta búið að stækka aldrei mikið og er alveg blúsandi gangur í félaginu. Við erum með 100 virka iðkendur í félaginu. Við erum með 5 íþróttagreinar sem við æfum að staðaldri og 7 þjálfara. Við erum með fastar æfingar í sundi, frjálsum, boccia, knattspyrnu og liftingum. Þannig að það er nóg að gera. Þannig að þið eru bjóða heldur betur upp á fjölbreytileika þarna? Já, það er alveg nóg að gera og þeir sem að koma til ykkar að þeir borga eitt félagsgjald en geta allt samt allar íþróttirnar, þannig að það er alveg mikil kostur. Já, það er mikil kostur að geta bara valið og stökki inn í hvaða íþróttir sem er þarna. Já, akkurat. Og margir sem nýta sér hraðið mitt. Já, okkurlega. En hvaða íþrótt er svona vinsælist hjá ykkur? Sko, mesti vöxturinn hjá okkur núna er í sundinu. Það er mikill fjöldi sem er að koma þangað og mikið á ungum iðkendum. Það er eiginlega svona, mesti vöxturinn þar. Og þá svona ungum iðkendum. Þannig að það er bara mjög jákvætt. Já. Og þeir sem halda sér alltaf, það er boccia, það er alltaf fastur hópur sem er þar. Og knattspyrnan er vinsæl líka. Frjálsar, þar eru við að bæta við okkur. Við erum búin að kaupa mikið af tækjum og tólum og þannig að það er svona stækkandi hópu sem er þar og svo byrjum við með liftingar núna í haust og það er að gefa mjög góða raun. Já. Já, liftingarnar virðast vera að koma svolítið sterkar inn hérna núna á Íslandi í rauðum fatlara. Já, hún er einmitt að gera góða hluti, hún Hulda á Selfossi mitt. Það er frábært að fylgjast með henni, mikil íþróttum að fara á ferð og það er alltaf systur. Þannig að það er einmitt þetta er svona vekur athygli þegar að það er byrjað ákveð nýju og það er að gera góðan árangur og þannig að þá er gaman að prófa líka og sjá svona hvernig það gengur og það er alveg að ganga flott í okkur, þannig að þetta er alveg spennandi. Já. En við höfum líka náttúrulega átt, í gegnum tíðina einn sterkasta mann í heimi í rauðum fallara. Já, það er Já, við áttum alltaf einn sterkasta mann í heimi sem í fötluðum. Já. Það eru, og er það einmitt að margir sem eru mjög hressir og það er einmitt það sem er með liftinguna. Það er gaman að sjá svona hvernig það þróast til dæmis það áfram og þannig sko, þannig að það eru margir mjög flottir einstaklingar sem eru í okkur og hafa verið. Já. En hvernig þeir eru náttúrulega að bjóða upp á knattspyrnu, það er nú ekki líka langt síðan að það var byrjað bara að bjóða upp á knattspyrnu almennt fyrir fatlaða einstaklega á Íslandi. Já, og það er nú bara svona, svona 10 ár kannski sem að Nes byrjaði að bjóða upp á knattspyrnu og núna erum við með svo góða aðstöðu í Reykjaneshöllinni í Reykjanesbæ og erum æfingar þar 2 í viku. Já. Þannig að það skiptir svo miklu að geta æft einmitt við góðar aðstæður. Já, nákvæmlega. Þannig að það er það sem að svona lyftir þessu upp líka. Já, og aðstæðan hérna á bara í Suðurnesjunum, hún er nú náttúrulega alveg til fyrirmyndar. Já, hún er það. Einu sem maður kannski gera það maður bæta í frjálsum. Já. Það er flott að fá einmitt svæði úti, þannig að við getum æft á sumrin og
og þegar það eru góð veður, æfa frjálsar það úti, það svona eða kannski helst það sem vantar. Ég vil líka fara að sjá handboltalið koma þarna frá Suðurnesunum. Já, hver veit, það aldrei að vita. Þannig að við erum alveg til að prófa alltaf eitthvað nýtt. En svona, heilt yfir litið þá mikil starfsemi þarna hjá ykkur og eru þá bara æfingar í boði á hverjum einasta degi? Já, það er æfingar, æfingar hjá okkur frá mánudegi til föstudags. Þannig að það er alltaf sá sem ef eitthvað vill vera mjög virkur og þá, eins og segir, hann má prófa allt og geta alltaf verið af. Alla daga vikunar, má segja nánast, nema kannski helgar. Og þannig að það er bara mjög spennandi og frábært að geta boðið upp á það. Og þetta er það ekki svolítið skemmtileg hópur svona, samþéttin sem í kringum íþróttafélagið? Já, mjög skemmtileg hópur og svo erum við líka að gera það í hverju mánuði að þá bjóða við upp á og erum með svona ákveðna hittinga. Þá er eitthvað þematengt sem að er alltaf einu sinni mánuði, hvort sem það er að vera með disco eða fara í bíó og sund og svoleiðis. Og það er einmitt að gefa mjög góða raun. Og þá er boðið upp á pizzur og þannig. Og það einmitt hristir hópinu einmitt vel saman og þetta er mjög samstilltur hópur sem er hjá Nes, bara óbúslega klárir og skemmtilegir krakkar. Næstu helgi þá eru þið ekki að halda Íslandsleika í knattspyrnu? Já, næstu helgi þá verða Íslandsleikar Special Olympics, þeir var að haldnir í Reykjanesbæ og það er mitt að Special Olympics leitaði til aðstoða við að halda móti og þetta er gerð samstarfi við Special Olympics og KSÍ og annað skipti sem að við höldum þetta vorum við nóvember á síðast ári líka, tókst alveg gríðilega vel. Þá vorum við með knattspyrnu og frjálsar en það verður núna að vera bara knattspyrna og það koma einmitt knattspyrnufélög frá öllum stærstu íþróttafélögum fallara sem eru haldið út í knattspyrnu að staðaldri, koma þarna að hittast og spila frá svona 10 til 1, 2 eitthvað svoleiðis og það verður keppt einmitt í svona unified fútbol og það er svona nýtt sem að Special Olympics er á alþjóðavísu að bjóða upp á og að færa sem inn í og að það keppa saman sem sagt fatlaðir og ófatlaðir. Já. Og þá eru saman í liði 4 fatlaðir og 3 ófatlaðir og þeir mynda 7 manna lið og svo er bara spilað og þetta þetta er svo nýtt sem að Special Olympics er að innleiða hér. Mjög spennandi dæmi og við bara gefum góða raun, bara mjög gaman. Já. En svona hvernig gengur, eru mörg lið búin að koma í skráningu? Það eru þá það er þá náttúrulega Nes, Öspin og Suðri og allavega þau eru að halda út í svona fótbolta staðaldri og hvort að einhver önnur komið, það væri bara komið ljós. Það er ennþá verið að skrá niður. En svo er að koma kannski 2, 3, kannski 4 lið frá hverju félagi, þannig að þetta verður ansi stórt og myndalegt mót. Hvernig eru margir krakkar í íþróttafélaginu hjá ykkur? Við erum svona, það eru svona 100 iðkendur sem eru virkir hjá félaginu, mæta á æfingar. Og þannig að það er ansi stór hópur og dreifa svona niður á æfingarnar en margir sem eru samt að nýta sér að vera 1, 3, 4 íþróttum. En þið eru með það ekki bara opnar æfingar fyrir þá alla að koma á æfingar hjá okkur? Já, það er þannig, þetta er svona, Nesi fyrir alla en markhópurinn er náttúrulega þeir sem eru með einhvers konar fötlun og aðra skerðingu og en aðri sjálfsög velkomni líka þannig að það er svona línan hjá okkur má segja. En þið fóruð það ekki í ferðalag á þessu árið það ekki bara til Svíþjóðar eða hvernig var það aftur? Jú, það er farið reglulega, það er alltaf móta í Malmö Svíþjóð, alltaf í febrúar hverju ári og Nes er svona nýbyrjað að taka þátt í þessu og fóru núna í annað skiptið, þá var þessu árið sem tóku þátt í þessu móti og þá var keppt við sendum út 2 lið, það var í Boccia og Sundi og sem var bara alveg gríðarlega gaman
og svona dálítið nýtt fyrir okkur og erum ennþá dálítið að læra en mjög svona afslappað mót og vinalegt og svona opuslega þægilegt að mæta þarna og við stefnum að mæta aftur þarna 2016 fara aftur þá en já, það bara mjög gaman að geta boðið upp á þetta. Já, nákvæmlega. En já, að vinna í kringum þetta starf, þetta náttúrulega, já, væntanlega mikil vinna í kringum svona stóran hóp og já, þið náðuð alveg að ráða, þetta allt bara í sjálfboðavinnu alveg? Já, þetta hefur verið það, þetta búið að vera í sjálfboðavinnu, stjórnin bara mjög virk og vel mönnuð en náttúrulega með þegar kemur svona stækkandi félag að þá kemur aukin verkefni að vinna og við erum bara náttúrulega í sjálfboðavinnu en leggjum okkur vel og hart fram. Ja. En vorum bara núna að breyta upp á þeirri að bytta upp á þeirri nýbreytni að ráða til okkar framkvæmdastjóra í hlutastarfi. Og það nokkuð sem bara að gerast núna þessa dagana. Vorum að ráða einn sem ég telji vera mjög bara færa í þetta starf. Ráðum til okkar og erum að fara að hitta hana núna næstu daga og setja hana inn í jobbið. Já, það verður væntanlega bylting í því? Já, við byrjum svona með nokkla vonið við þetta og ég segi þetta svona, erum að prófa þetta, því að hafa þetta reynslu í 6 mánuði og sjá hvernig það kemur út. Þannig að þetta ekki verið reynt áður hjá okkur. Nei. Og já, bara mjög spennandi að sjá hvernig þetta kemur út. Svona stærstu verkefnin ykkar já, sem þið gerið svona, eru þið með einhvern árlega viðburð sem svona já, stærri en aðrir? Það náttúrulega alltaf í janúar í byrjun árs þá erum við með Lion móti í Boccia og þá það Lions félaginn á Suðurnesjum sem að koma til leiks og keppa við og með nesurum í Boccia og það alltaf fyrstu helgina í janúar og það virkar þannig að Lions félaginn skrá lið til keppni og síðan eru alltaf 2 Lions félagar og 1 nesari sem eru saman í liði. Já. Og þetta bara mjög gaman að fara spíkar og það lagt dálítið mikið í þetta og óbúslega gaman að þessu og þakkum Lions-reyningur bara óbúslega vel fyrir að taka þátt í þessu með okkur. En svo erum við líka með jólamót í öllum greinum og það fer alltaf fram í desember og það fer að líða því núna. Jólamót í fótbolta og Boccia á sundi og öllum pakkanum? Öllum pakkanum bara. Já. Þannig að það núna að fara að bresta á og það til dæmis eins og Boccia þá það þjótur frá Borgarnesi sem kom í heimsókn til okkar og keppa við okkur í Boccia. Í fótboltanum þá koma í heimsókn Öspin og síðan slökkviliðið í Keflavík og lögreglan á Suðurnesjum. Já. Og keppa við okkur. Og slökkviliðið þeir mæta þá bara í svona íþróttabólum sem fer eiga og lögreglan keppir í sem sagt bara lögreglu ból. og þetta bara mjög gaman. Sundinu þá koma þeir frá Öspinni FR og Firði IFR og Firði og svona þannig að það alveg bara óbærslega gaman þegar þessi jólamóti það getur verið stór og mikil og mikil með að vera. Já, nákvæmlega. En við hvetjum að sjálfsögðu alla að mæta næstu helgi á Íslandsleikan í fótbolta. Alveg endilega og það einmitt nokkuð sem við verðum með á undan til dæmis þeim leikum og það svona kynntihlaup lögreglumanna. Já, ok. Þetta alþjóðverkefni, samstarfsverkefni Special Olympics og lögreglu og á heimsvísu og sem lýsir sér þannig að lögreglumenn taka að sér að hlaupa með eldleikana eins og gert bara fyrir ólympíuleika og þannig. Þess að hlaupa með ólympíu eld. Já. Og hlaupa meðan aðeins fyrir leikana í Keflavík og hlaupa svo með kyndilinn, þar til gera hann kyndil inn í Reykjaneshöllina og þar eldur leikana tendraður með kyndlinum sem að loga síðan meðan að leikarnir eru
Þetta í 3. skipti sem að þetta gert fyrir Íslandsleika Special Olympics. Já. Og það eru lögreglumenn sem að einmitt taka alveg þátt í þessu en keppendur með að hlaupa með og aðstandendur og þessi vilja, það er alveg sjálfsagt. Þetta verður svona hálftíma fyrir, klukkutíma fyrir. Já. Þannig að þetta alveg spennandi verkefni líka. Þetta eitthvað verkefni sem ég er þá, hérna. Já, þarf fólk þá mæta bara í Reykjanesöllina þá klukkutíma fyrir það? Já, þá verður það bara auglýst frekar bara á síðunni á okkur. Já, sem er Íþróttafélagi Nes á Facebook? Á Facebook, já. Og heimasíðun vantarlega líka. Já. Það er Nes sport, nes.123.is. Þannig að það er bara að gera að fylgjast með og hvetjum alla til að mæta náttúrulega. Já. Þau koma þarna einmitt frá Suðra og þannig að þetta verður bara mjög gaman og gera að mæta og hvetja sitt lið. Já, nákvæmlega. Eitthvað í lokin, Guðmundur, sem við erum að gleyma núna? Það er bara Nes er bara gott og skemmtilegt félag uppleið. Við bara á allir nesarar óskum bara öllum bara gleðilegra hátíðar. Já. Og og allir fari bara varlega jólin og eigi góða stundu sínu nástu. Já, nákvæmlega. Takk að kærlega fyrir Guðmundur Sigurðsson og já, það er náttúrulega ekki valið svo íþróttamann ársins hjá Íþróttasamband Fatlaðra í vikunni? Já, það verður núna á Rattisson og þannig að það verður alveg spennandi að fylgjast með því náttúrulega. Já, náttúrulega, já, þessi árangur hjá afreksfólkinu okkar hérna á Íslandi er búin að vera ótrúlegir. Alveg gjörsamlega og það er svo gaman að fylgjast með því hvað íþrótti fatlaðra eru að fá meiri umfjöllun en það hefur verið fram að þessu. Það er til þess að byrja að sína bara beint í ríkisútvarpinu frá Ólympíuleikum fatlaðra og þannig að það er alveg gríðarlega spennandi og svo þetta var núna miklir leikar, þetta var í september, það voru Evrópuleikar Special Olympics og þeir voru í Belgíu. Það sem að Íslendingar geru bara alveg gríðarlega góða hluti. Já. Þannig að það er alveg, þetta er mjög jákvætt hvað fatlaðir eru einmitt að fá meiri umfjöllun og það er bara góða. Nákvæmlega. Guðmundur, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangi ykkur vel. Já, við erum bara takk kærlega fyrir. Já, blessaður. Já, bless. Já, hvetjum að sjálfsögðu alla til þess að mæta í Reykjanesvöllina næstu helgi. Það er náttúrulega Íslandsleikar í fótbolta. Og ég var með þetta fyrir frammi, nú er ég búin að týna tímunum, nánanum það inn á Íþróttafélagi Nes. Og svo minn ég á sjálfsögðu heimasíðuna ifsport.is, það er síðan hjá Íþróttasamband Fatlaðra og það er alltaf nýjustu fréttir og fleira til það sem er að gerast í starfinu út allt land. En á það í bili, við erum að fara núna yfir í fótboltan og það er, já, engin annar en eigandi ritstjóri og já, knattspyrnu leikmaðurinn, hann Magnús Már Einarsson hjá fótbolti.net. Farið ekki langt. Og það var náttúrulega einn leikur í kvöld í fótbolta. Já, í Evrópuboltanum í kvöld. Það var á Ítalíu. Það var Sampdoria Napoli sem gerðu 1-1 jafntefli í seríu A. Og ég lofa ykkur hlustendum að það fer að styttast í það. Ég fer að bjóða Ítalan Stefán Orlandi hérna og Valtý Björn og fleiri til þess að tala ítalska boltan. Og svo var náttúrulega leikir hér og þar á Norðurlöndunum og fleira til. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.